Góðan daginn. Þá ætla ég að setja upp hvernig maður býr til plaggat. Stillingarnar eru allar tilbúnar fyrirfram þannig að það eina sem ég þarf að gera er að velja hvers konar plaggat ég vil fá og það er ágætt að byrja bara hérna í leitinni. Nei, ég vil náttúrulega skrifa póster en ekki plaggat. Og hér get ég séð hvernig hérna póstera ég vil. Vil ég fá bara þetta venjulega? Ætla ég að hafa það landscape eða eitthvað annað sem ég get valið hérna Ef við byrjum bara á því að taka bara þetta venjulega póster hérna, 4259, smetla á það, þá fæ ég núna upp alls konar möguleika sem ég get valið úr fyrir hérna plaggatið. Og ég myndi kannski vilja hafa þetta eitthvað í sambandi við, ég er að auglýsa kynningu sem ég er að fara að gera, eða eitthvað kennsluefni, segjum bara, ég ætla bara að byrja á þessu hérna, þetta hér er einfalt. Þetta hér er rétta stærðin og þið sjáum hér, það er alls konar upplýsingar sem eru gefnar hér á þessu plagati. Ég get stækkað þetta aðeins af því að þetta er í 15% í dag. Ef ég fer hér til hliðar að þá get ég stækkað myndina aðeins eða jafnvel alveg upp í 100% upp á það að sjá textan. Og það er þá aðalega þegar maður er hérna niðri í textanum sem er, ef ég ætla að nota textan sem er hérna niðri. Ef ég ætlaði nú að nota þetta sem educational eða eitthvað sem var í menntun, þetta er einhver kynning á einhverju, þetta er plaggat sem á að auglýsa kynninguna mína. Ég get væntanlega ekki nota þessa hér mynd því hún passar ekki við þá kynningu sem ég er með. Þannig að ég get annarkvort farið hér inn í Photos, hérna til vinstri og leitað hér í að ég geti leitað hérna bara inn í Children eða Education. Segjum bara, ég ætla að finna hérna eitthvað undir Education. Þá þarf ég að passa að ef það er Pro, stendur hérna Pro og merkið, að þá hérna kostar það. Og það kostar eitthvað, það er ekki mjög hár uppar, það er $1-2. En það er hins vegar að gera að tékka á því hvort það séu myndir sem eru ókeypis áður heldur en þið farið að gera það því það er alveg aragrúi hér af myndu sem hægt er að nota. Hér er til dæmis væri mynd sem er ókeypis, bara finna þá mynd sem að mér finnst passa við mitt verkefni, við segjum að mér finnst þessi hérna. Ef ég smelli beint á hana, þá fer hún bara beint á myndina. En það er augljóslega ekki það sem ég vil gera, þannig ég fer hér á Undo. Fer tilbaka, ég þarf að velja myndina. Síðan þarf ég að draga myndina mína og passa að hún grípi. Sjáu þið, hér er hún búin að grípa, hér er hún ekki búin að grípa. Ef ég slepp henni núna, að þá fer hún bara tilbaka. Ef ég slepp henni núna, að þá er hún komin hér á réttan stað. Hér myndi ég hafa eitthvað texta. Segjum að þetta væri hérna kynning á tölvum bara, segjum það. Ég ætla að hafa þetta eru tölvur. Þetta eru símar og þetta er vinnustofa. Ég ætla að nota þetta sem ég er með, að þetta er hérna alls konar dót í sambandi við vinnustofu. Vinnustofa. Textin fer hérna aðeins út fyrir, þannig ég myndi þurfa aðeins að stækka hérna þetta hér til að fá það á réttan stað og þá leið þetta orðið sjáu þið breiðara hérna megin og ekki eins mikið pláss hérna megin, þannig ég þarf að færa þetta hér aðeins til þess að gera þetta fallera. Sjáu þá kemur sama bili hérna í kring. Ég get líka breytt letrinu. Það er sjálfgefið, þetta hérna kollektív 79,4. Ég gæti breytti. Ég gæti farið hér inn í letrið og fundið mér eitthvað letri og við bara veljum hérna eitthvað bara svona til þess að hérna, hvað letur aldrei, intro, röst, ég er bara að velja eitthvað. Þannig við skulum taka það líka hérna og sjá hvað það gerir. Intro, röst, það verður að vera það sama, þá breytir það er greinlega stærra. Þannig að ég þarf aftur að laga þetta hér og væntanlega þá aftur aðeins að færa myndina mína til. Hér er ég komin með þann texta sem ég ætla að hafa á þessu hérna pósteri, en þá er fullt að texta eftir hér. Hér gæti ég til dæmis verið með dagsetninguna. Ég ætla að vera með þetta er hvenær, ef ég að segja þetta sé. Þetta er, segjum bara 18. til 20.
apríl. Átjánda til 20. apríl. Nú fór ég alveg með það, þannig að það ger ég endur og aftur, ég fór of hratt hérna. Ég greinilega með, sjáu þið ekki svona. Og hvaða ár er þetta? Þetta er árið, og ég þarf líka að hafa það á íslensku. Hér kemur þetta út á ensku, þannig að ég þarf að laga það og skrifa, já, ég er alveg bara í ruglinu sko. APR apríl, svona, og þetta árið er 2022 sem ég ætla að gera þetta. 2022. Þetta er tímabilið. Nú sé ég líka að þetta er með sama letri eins og þetta var upphaflega, þannig ég vil væntanlega hafa sama letri hérna, sama font, sömu leturgerð. Ég þarf að þá líka að breyta þetta hérna. Er ég með eitthvað hérna vefsíðu sem ég ætla að vitna í? Eða er þetta nöfnin á okkurum? Segjum að þetta væri bara hérna einhverjir 2 aðilar sem eru með þessa kynningu og þeir eru ekki með neina vefsíðu, þeir eru bara með nöfnin sín. Anna og Kristín eru með þessa kynningu og svo hérna gæti ég sett hérna eitthvað smá texta það hvað fer fram í þessari tilteknu kynningu. Gleymdi hérna tíunu og sjáu þetta hér er rosalega smátt, þannig að hér væri fyrir hálfblinda manneskju eins og mig sniður að vera með þetta upp í 50, þannig ég sæi hvað ég er að gera. Hér sé ég strax að hér hef ég gert stafsetningavillu og það er ekkert verra ef maður er búin að gera plaggat og setja þau jafnvel í prentun að það sé stafsetningavilliði. Þannig alltaf að láta lesa yfir ef þið eru með einhverja lesblindu eða eitthvað annað og líka bara upp á það maður getur gert hérna innsláttarvillu. Þannig að maður vill ekki hafa það upp á vegg. Þannig að núna er þetta bara tilbúið hjá mér. Ég hef getað gert þetta meira að mínu með því að hafa mína eigin mynd hérna og ég ætla ekki að sína það núna. Hér ætla ég bara að sína hvernig ég nota þær myndir sem eru til í forritinu. Ég ætla að downloada þessu í tölvuna hjá mér. Hún segir hérna að hún vil hafa þetta PDF print. Það er það sem hún mælir með. Ég ætla hins vegar ekki að prenta þetta. Þannig að þá myndi ég velja PDF standard því það er ekki í eins góðum gæðum. Það er hins vegar alveg nógu góðum gæðum fyrir tölvuna. Augað greinir ekki þarna á milli. Ef ég ætlaði að senda þetta á prentstofu þá myndi ég nota PDF print. Ekki PDF standard. En síðan er líka bara hægt að velja myndir sem annarkvort high quality image hérna PNG eða velja sér JPEG mynd hérna. Og við skulum bara prófa að taka hérna PNG og það er betra að skipta nafn. Þetta er sérst pröfa vinnustofa hérna og ég ætla að downloada þessu og ég ætla að setja þetta í PNG og ég ætla að downloada þessu svona. Þá segir hún mér hér hvað hún er komin langt og hún setur þetta inn í hérna bara inn í downloads möppuna hjá mér, þannig að ég get séð það hér hvert þetta hefur farið. Ég vil kannski hafa það líka, ég vil sjá munin á því hvernig þetta lítur út sem póster, nei sem hérna PDF, þannig ég fæ mér PDF líka og downloada því líka. Þannig að þá er ég komin með tvær pröfur hérna og ég get farið bara beint í möppuna mína og skoða þetta. Þá er ég komin með 20 hérna. Ef ég byrjaði að smetla á PDF-ið og ég þarf að hafa það í þeirri stærð sem ég get skoðað. Þetta er núna 54,3 og ég vil minnka það, ég vil sjá þetta allt í einu, fer bara niður í 25. Sjáu þið, þá, já, þetta lítur bara allt í lagi. En ég vil líka sjá hina myndina sem er JPEG myndin og þá kemur hún, sjáu þið, svona lítil, bara beint á skjáin og þetta er alveg nóg. Til dæmis ef að þetta væri hérna bara verkefni, þá væri alveg nóg að senda þetta svona.
En ég ætla ekki að gera neitt meira í þessu núna, þetta er bara einföld útgáfa af plakati.